Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Lenka Úrova fæddist í Tékkóslóvakíu en hefur búið á Íslandi í rúm 10 ár. Hún hefur á síðustu árum unnið að uppbyggingu þekkingarsetursins Rökstóla og segir Tröllaskagan afar spennandi stað fyrir slíka starfsemi. Ég mjög vön að horfa í kringum mig í samfélagi það sem ég bý og sé mjög fljótt, ég sé fljótt þörfina á staðnum, hvað gæti verið betra og ég mjög fljótt að koma með hugmyndum, bara stórt verkefna hugmyndir þverfagleg úrræði. Ef við höfum þessa og þessa stofnanir saman þá getur breyting að koma sér af stað. Þú stofnar fyrirtæki hér á Dalvík, Rökstólar. Þegar ég stofna fyrirtæki, einmitt það rétt, ég stofna það á Dalvík. Það þannig að á árinu 2008 ég að vinna fyrir tékkneskt fyrirtæki Metrostá sem að byggja göngin milli Siglufjarðar og Ólafsfjarðar, Héðinsfjörður göng. Og það var bara tímabundin samning frá 2008 og samningurinn rann út 2010. Á þessum tíma í lífinu mínu ég ekki bara að vinna fyrir Metrostá 100%, heldur ég líka freelance, sjálfstætt starfandi þjálfari í evrópskum fræðsluverkefnum í Evrópulöndum. Þannig að ég á 2 mánaða fresti úti að sinna þessari vinnu. Eftir samningurinn endaði, þá var ég mjög skýr hvað mér langaði að gera. Ég vissi að mér langaði að halda áfram að sinna fræðsluverkefnum og ég var bara með vision. Ég vil geta gert það á Íslandi ef mér langar að búa það á Íslandi. Það hlýtur að vera hægt. Þegar Lenka þurfti á ný að leita sér að starfi, bauðst henni úrræði hjá Vinnumálastofnun þar sem atvinnulausir einstaklingar sem hafa hugmynd að fyrirtæki geta fengið hálft ár á atvinnuleysisbótum við að þróa hugmyndina, gera viðskiptaáætlun og fengið svo hjálp við að koma fyrirtækinu af stað. Ef þú með skýra hugmynd, hvað langar því að gera varðandi að stofna fyrirtæki, þá getur þú fengið hálft ár í að skrifa viðskiptaáætlun, þróa hugmyndina og svo koma með það til Vinnumálastofnunar og finna leiðir til þess að annaðhvort minnka bæturnar eða minnka atvinnuleysi. Þannig að það einhvers konar brú í kerfinu. Þetta ein af good practices af She Empowers verkefninu sem við vorum að kynna fyrir öðrum löndum voru að segja, sjáu, þetta rosalega flott úrræði sem til staðar þegar einhver vill búa til sína eigin vinnu. Og þessum tíma bý ég á Dalvík en ég ennþá með ég bý ennþá á Siglufirði vegna þess að þegar ég var að vinna fyrir Metrostá þá bjó ég á Siglufirði og Ólafsfirði. Þannig að ég rosalega tengt öllum þessum 3 stöðum, Siglufjörður, Ólafsfjörður og Dalvík. Og það þetta svæði sem þú í rauninni stefnir á að halda áfram að vinna með. Þróa fyrirtækið. Já, einmitt. Ég svo heilluð, ég elska Tröllaskaga, ég elska orkuna hér og ég sé potential einmitt og með hugmyndafræði sem ég með í hausnum, ég get verið með fyrirtæki bara hvað sem í heiminum. Auðvitað, en ég vil búa hér. Hvernig að vinna í svona þekkingarstarfsemi á svona tiltölulega fámennum svæðum? Það dásamlegt og á sama tíma það rosalega erfitt vegna þess þetta valið mitt. Ég vil búa í litlu þorpi. Ég hef aldrei prófað það í ævinni minni. Ég hef alltaf verið í einhverjum stórum borgum. Þannig að þetta var val mitt þegar ég kom 2005 sem sjálfboðaliði til Íslands. Ég vildi ekki vera í Reykjavík með verkefni. Það var í boði. Ég sagði, nei, mér langar að fara í bara lítil þorp. Að það valið mitt að vera á litlu svæði vegna þess ég sé möguleika til þess að selja þjónustuna mína en ég sé líka
að það er ekki endilega, samfélagi er ekki endilega tilbúið að taka inn þetta sem við höfum verið að þróa einhvers staðar í Evrópu og erum komin rosa langt með. Þannig að ég held að sé áskorun er að finna rétta leið sem hendar samfélaginu. Rökstólar tóku þátt í 3 ára verkefni sem lauk nýlega og snýr að valdeflingu kvenna. Verkefnið miðar að því að koma konum sem eru án atvinnu nær vinnumarkaði. Það er meðal annars gert með því að auka færni þeirra sem vinna í valdeflandi ferlum. En þetta 3 ára verkefnið, nú er því nýlega lokið, 3 ára alþjóðlega verkefnið, það kannski, það rímar svolítið við þína reynslu því að fara af atvinnuleysisbótum og í að byggja upp fyrirtæki. Já. Þetta er svolítið kannski náskylt síðan þessu verkefni. 100%, þannig að þegar við vorum að kynna þróunarverkefni eða þróunarpröfuprogrammin okkar og Rökstólar var með kynningu, þá kom ég bara með söguna mína einmitt og var að nota sögu, var að segja frá, þannig var reynslan mín og þetta er eitthvað sem er í boði og konur sem eru til í að fara þessa leið eru bara meira en velkomnar að fara með okkur þessa leið vegna þess, við vorum að skapa sterk teymi í kringum programmið, þannig að hvert og ein kona gæti farið sína leið og þetta var ein af leiðum. Norðlenska nautakjötið, uppskrift af góðu kvöldi.